Ég held bara svona að list sé það sem gerir lífið svolítið fjölbreytt. Og ef að hún væri ekki til staðar þá get ég einhvern veginn ekki ímyndað mér hvernig lífið væri. Ég held að það nú frekar svona fábreytt líf, sko. Tilveran væri bara mjög þurr og litlaus, held ég. Líf án listar ekkert líf. Ef það væri engin list, þá væri við mjög hömluð, það væri svo fátt sem við getum gert. En hvernig verður lífið án tónlistar? Þetta er mjög erfið spurning, af því að líf án tónlistar, það ekki bara svo silent movie eða eitthvað? Þannig. Svo náttúrulega fullt af fólki sem er gáni að fara á tónleika og setja plötu bara í tækið heima og svona. Ég held að það gífulega skrítið. Ég hlusta mikið á tónlist, bæði í iPodnum mínum og svo heyrir maður þetta í útvarpinu í bílnum og heima á sér í útvarpinu og stanslaust allan daginn, sko. Já, það væri engin tónlist. En væri þá útvarp? Það ekkert drama og ekkert, sko, tónlistin undirstrikar einhvern veginn allt sem að gerast, svolítið, kannski. Ég held að það sé mjög erfitt að ímynda sér skemmtunarlífið að þess að hafa tónlist, sko. Það væri kannski reynda þægilegra að tala saman. Já, náttúrulega mætti líklega ekki dansa á heldur. Dans sem alltaf líka listform, þannig að maður stæði bara út á gólfi og þyrfti að spjalla. Kvikmyndalistin yrði bara talsvert þurrari eða það væri ekki tónlist, held ég. Og ef það ekki endilega bara tónlist, heldur bara hljóðlist til þess að bakka hann upp, skilur ég mig. Væri eitthvað sjónvarp, það væri einhvern veginn, það væri svo lítið, það væri svo fátt, það væri svo ófjölbreytt einhvern veginn, það væri svo einslíkt. En hvað kvikmyndagerð og leiklist? Hefur við veltið fyrir okkur hvernig heimurinn líti út án þessara fyrirbæra? Bara það sem leikara sé ég í bíómyndum og þáttum í sjónvarpinu þess að þar. Ef þeir var ekki til, ég veit ekki. Á þess að hafa allt þetta fólk, þá held ég að kvikmyndalist væri svo sem kannski ekki til bara. Bara jafnvel svartur skjár, svartur og hvítur og milli stöða, það bara litinir, kannski. En hvað þá með myndlistina? Hvaða máli skiptir hún? Hún alltaf blasir óneitanlega við okkur bara allstaðar í okkar daglega lífi. Það eru myndir, málverk á heimilum og í skólum, hvert sem maður fer, sko. Svo ég hugsa að það væri nú alveg glatað. Ef hún væri ekki til staðar þá, ég veit ekki, það væri ekki skemmtilegt. En hvað með bækur og rithöfunda? Það væri, ég veit ekki, þá vorum við frekar að horfa á einhverja bíómyndir. Við kæmumst ekki langt á bóka. Maður lægi ekki bara upp í rúmi og skilfi, ég veit ekki. Ef bækur væri ekki til, það þarf að segja ef það hætti að vera til núna, þá held ég að ég kæmist alveg af með að lesa bara á netinu og lesa bara, þú veist, maður þarf náttúrulega að kunna að lesa og maður þarf náttúrulega að lesa, en ég kæmist ansi langt á þess að hafa bókina í kiljunni, þarf að segja. En hvað með tölvur? Viðmótið á heimasíðum og tölvuleikjónu sjálfum og tölvunum sem slíkum? Já, þeim koma náttúrulega mjög mörg listform saman í tölvum. Það svo mikið eitthvað svona grafík og eitthvað í tölvum. Bara útlitslega væri það örugglega bara svona einhver kassi. Þú veist, í forritum og svona, það var alltaf hægt að setja inn einhverja myndir og mála og gera eitthvað svona í tölvum. Þannig að ég veit ekki alveg hvað væri hægt að gera í tölvum ef það væri engin myndlist. Ef það væri ekki hægt að nálgast list í gegnum tölvuna, þá myndi ég ekki nota hana, örugglega. Ég veit ekki, kannski. Svo ég veit ekki til hvers hægt að nota tölvuna ef það ekki væri til að njóta einhver sem listin hefur getið af sér. Ef enginn leiði stund á hönnun og byggingalist, hvað gerist þá?
fólk þyrfti bara að láta sér að nægja hvernig landið liti út, skiljum mig, og fólk byggi bara í einhverju skjóli, einhver staðar, skiljum mig, þannig að Það er alltaf erfitt að ímynda sér það. Ég meina, þá værum við bara sitjandi á einhverjum bjálka hérna og þú veist. Þannig að, og værum í, ég veit það ekki, örugglega allsber eða eitthvað, ég veit það ekki. Það væri engin föt eða það væri ekki neitt fatahönnur sem myndi taka á sig að hanna neitt. Saman hversu einfalt það er, þá það samt allt, fellur allt undir hönnun. Við stæðum hreinlega bara nakin út á götu líklega. Eða götu, bara út á túni. Ég veit það ekki. Heimurinn væri bara tómur, það væri bara ekkert í honum. Sem sagt, hvernig yrði dagur í líf okkar án listar? Án listar og án hönnunar, vá, þetta bara... Dagur þar sem maður þurfti bara að standa og gera ekki neitt, allan daginn. Við myndum að vakna, ég veit ekki hvort það hefum rúm, hvort það hefum nokkuð, sko. Maður fær ekkert fram úr rúminu. Ef ég mátti ráða eða eitthvað, ég veit ekki, ég myndi bara verið til skógi eða eitthvað. Ég veit ekki. maður fengi ekkert voðalega mikið að njóta þess að vera til. Og við myndum líklega bara rölta túnin eða hagana og fara að byggja fjall, jafnvel.